Komið sæl og verið velkomin að skjánum. Þátturinn í kvöld verður rosalega skemmtilegur. Ég ætla að fara með ykkur og sýna ykkur hvernig við verslum aðeins inn, fyrir létti við það. Síðan förum við og sjáum hvernig Spánverjar selja fisk. Það er inni í bara miðjum stórmarkaði. Við erum ekki vön þessu á Íslandi. Það eru bara sér fiskbúðir, fiskur í dag í stórmörkum, hann er bara svona pakkaður. Það er rosalega gaman að fylgjast með þessu, þetta er allt á klaka. Við lok þáttarins ætlum við að skella í eina pítsu. Það er pítsuveisla. Kíkjum á þetta. Það eru kattir í búð á Spáni. Þetta er sýningu svona verði. Þetta er til dæmis fokkar brauð hérna. Verðið á þessu er 2 euro. Það er mikill verðmunur hérna. Já, gríðarlegur. Hvað er þetta að kaupa? Er þetta tortilla, Mexiko? Þetta ódýrar hér? Ódýrar hér heldur en hvað á Íslandi? Já. Já. Hvað kostar þetta? Þetta kostar eina evru. Það eru 170 kall, cirka. Hvað kostar svona svipa á Íslandi? 300 kall. 400 til 400, það er helmingur. Þetta er alveg jafn gott? Já, við segjum það bara. Prófum þetta. Prófum þetta. Þetta er Ingólfur, hann er komin í blandi. Þetta er eins og að Grolls. Hann kostar 0,99, 1 lítur, 3 evrur. 33.700 og 1,99, það eru 160 kall. Á eina evru, ein flaska. Þetta er innflutt, það er eiginlega dýra. Það er dýrara. Þetta er allt innfluttur. En við erum hins vegar hérna í korfunni, þá erum við bara með tónik. Bara tónik. Ég taka meira tónik. Taka meira tónik. Þetta er ekki neitt. Þetta er rétt bara eitt kvöld hérna. Það er að minnst okkur 2 kvöld. Það er minnst okkur til. Það er lundir við okkur. Við höfum ákveðið okkur núna. Við ætlum að fá okkur fiskabjór. Þetta er ekki máli Ingólfur. Jó, við vorum að spája hvort það væri ekki hægt að fá afslátt á þessu bretti bara. Á bretti? Já, það er svona 3,19 sko 6. En við vorum að spája að gera tilboð í bretti. Já. Það var 2 kemur fyrir. Símiti. Þetta er þess að 500 kall kippan. Það er 500 kall hérna. Fiskumjöðarbjór. Þetta er 500 krónur, það er 100 kall flaskan. Ekkert annað. Það er líka með það. Þetta er þess bruggað það getur Reinheit skipað út. Það er bara þannig. Það er ekki sykur í þessu. Ekki sykur í þessu? Ekki sykur. Það er bara sveppurinn býr til sykur. Alltaf að græða? Alltaf að græða. Þetta er kallakerran. Já. Við skulum kíkja á kólikkerruna. Ætli þessi við erum að drekka það? Já. Það er örugglega ekki, hún lítur örugglega ekki út eins og þessi. Nei. Það er skynsamleg. Þetta er ég. Lóisa, lýstu þessu fyrir mig, hvað eru með hérna ykkar kerri? Hér erum við með þessa fínu banana og fullt af alls konar góðgæti. Hérna er til að mynda tómatar. Eitthvað steikur? Nei, ekki ennþá. Ég má nú til með að finn ekki jarðarberin. Finn ekki jarðarberin. Það kostar 1 evru. Ekki ef að lifa gremmut og bjór? Jú. Rétt að byrja, við erum rétt að byrja. Engin fiskur? Nei, hann er þarna hinum megin. Hvað sé, við vorum með 4 stúkvölda körfu? Jep, og við erum ekki búin. Hvað kostar það? 367. 50 kall. 367 Já. hvað? 67 evrur. 4 stúkvölda stóra körfu? Já. Þar á meðal voru 4 pakkar af jarðarberjum. Já. Og 2 kíló af kringum og Kryddjurtir, og kjúklingalundir. Hvítt og rautt og bjór og Allt saman. Hvað er það núna? Heima, ganga frá. Þegar stelpurnar laumast heim, þá fer fiskikóngurinn beinustu leiðinni í fiskbúð. Þetta sýningu hvernig Spánverjar meðhöndla fiskinn og raða hann upp á klakan. Þetta er alveg þrælskemmtilegt og mitt líf og yndi.
heitir það. Hérna sjáum við fiskbúr á Spáni. Kolkrabbar og pínlitlar rækjur. Þetta borða ég mest af, svo langostino. Fullt af heilum smokkfiski. 6 € kílóið. Kolkrabbi. Ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er ferska skötu. Kostar 10 € kílóið. Þessi fiskur hérna er sandkarfa. Það er aðeins öll upp svolítið snirtilega. Sverðfiskur hérna í megin efst. Þorskur hérna. Endanlega hérna. Ég veit ekki feskur. Þessi fiskur hérna er svo ísa. Tilboð númer 550. Hérna er einhver kolkrabba, feskan. Kílóið. Pínlitlar rækjur. 17 € kílóið. Þetta er makríll. Hérna sjáum við hérna mikið á sér heilu. Setja bara að klaka á þetta. Og hérna eru svona sardínur sem við steikjaði heilu. Pero de un criadero que tienen. Sí. ¿Qué tienes de pasteles? ¿Los pasteles de criadero o...? No, pasteles de... salvaje. Setja ís á þetta allan daginn. Borðað mikið af svona. Þetta er svona lax hérna. 1 til 6 kíló lax kostar 6 € kílóið í heilu. Það er náttúrulega verð. 5 € kílóið svona stórsilungur. Þetta er bara gert niður í búðinni þar sem við gerum vilt bakvið. Klipt bara nú öll inneflin úr honum. Vale. Kemur hann með annan túnfisk. Hún ætlar að skera túnfiskinn. Hún er lagin í híminn þessi. Fá þetta bara alltaf heil og óslægt. Svo verka þetta bara hérna í búðinni.
Bara hérna fyrir fram að viðskiptavinnuna. Gracias. Muchas gracias. 31. Una rodaja para qué? Dígame. Para ver. Una rodaja. Una rodaja. Þetta er svakalega góð stygg. Nú er hann að spyrja hvað hann vill. Stóra stygg. Mjöl þykk þessi. Það er 870 gramma stygg. Það er búið að selja þarna eina sneið af þessum túnfisk. Nóg að gera, þeir eru alveg útofnir hérna fissalanir. Hvað kostar kílóið þarna? Þetta er ódýr túnfiskur, 15 € kílóið. Það er mjög ódýrt. Ég bara hef ekki séð ódýrra. Hinn er þarna að skera heila fiski, þeir borða bara mikið af heilu fiski. Þetta var ekkert að bjóða upp á Íslandi, heilan fisk. Þetta er bara inn í miðri matvörubúð. Síðan erum við hérna með saltfisk, saltaðar gellur, afskurðarþorski, afskurðarþorski. Þetta er svo saltfisk bitar, saltfisk lengjur. Þetta er hérna surimi. Þetta er flott uppsett. Þetta er svo humar. Hérna sjáum við svona kolkrabba, þeir eru alveg sjúkir í kolkrabba. Spánverjar borða mikið af kolkrabba. Hérna erum við komin í sardínur, alls konar legi og ansjósur. Þetta er allt vörur sem maður sér ekki á Íslandi. Gaman að þessum vörum hérna. Við borðum þetta á pítsur og allt mögulegt. Hérna erum við komið með svona krækling, eða bláskinni eins og við kallum það. Síðan alltaf hrogn í miklu úrvali til að sitja á. Gaman að þessu á Spáni. Það er líka til nóg að svona reyktum, þetta er reykt hrogn. Síðan alls konar reykt vara, reyktur túnfiskur. Mikið svona reyktan túnfisk, þú sjáu hérna. Þannig að sýna við túnfisk sem er 20 kíló. Mikið úrval hérna, alls konar fiski sem við erum ekki með. Þótt ég var með fullt borð á Íslandi, ég efast að það myndi seljast. Þetta eins og ég segi, þessar rækjur hérna, þetta eru bestu rækjurna sem ég smakka. Þar eru frosnar. Þarna sjáum við lifandi krabba. Þessi eru bara skriðið upp úr. Lifandi humar. Já, nú erum við búin að kíkja á fiskbúð á Spáni og nú er að fara heim og skella í gómsæta pítsu. Sú sem ætlar að hjálpa mér heitir Anna Marta og er systir mín. Hún kann að búa til ljúffauka-pítsu. Eftir það, þá förum við og fáum okkur rækjur. Ég fer aldrei frá Spáni
nema að fá mér þessa hlussu stóru rækjur með alioli. Þið verðið að smakka þetta þegar þið komið til Spánar. Kíkjum á þetta. Jæja, hvað ertu að gera núna? Við erum bara að gera pizzu með pesto, mozzarella og rækjum. Spönskum rækjum? Spönskum rækjum. Þetta er afgangur síðan í dag þegar vorum að borða þetta. Já. Og okkur langaði bara að prófa að gera með rækjum. Þetta er svona hotlustu pizza. Hotlustu? Já, við getum alveg sagt það. Allavega fiskur á því. Það er allavega fiskur á því og við ætlum að setja smá rauðlauk og papriku, rækjur og svo í lokin þegar við erum búin að taka pizzuna út þá setjum við alveg slakta spínat. Það er alltaf gott. Spínat? Spínat. Veistu við lifum í spínatumhverfi. Lífið er ekkert án spínats. Hjá mér allavega. Þannig að þú setur fyrst á pizzuna, það er bara pizzabotnin. Þetta er pizzabotnin. Þetta er bara klipptur pizzabotn. Ekki svona ekta heima tilbúinn. Og hérna setjum við bara pesto, basilika og það er basilika, hvítlaukur og olía í því. Svo setjum við mozzarella á. Svo ætlum við að setja rækjurnar. Og það er einhver í fjölskyldunni sem var svo duglegur að pilla rækjurnar. Þannig að við erum að setja hérna gorgeous fallega rækjur á. Það hefði verið rosalega sniðugt að láta það liggja í einhverju svona sítrónulegi eða einhverju svona chili eða einhverju svona. Já, svona áður. Já, stundum með tíminn bara getur vinna með okkur. Þannig að við ætlum bara að skella þess á. Svo er ég að hugsa að skella hérna rækjunum. Ég ætla bara að vela þeim meira þess að. Og setja svo bara kannski píri og rauðlauk. Og hérna gera hana svolítið svona fljóta, láta hana vera á grillinu þannig að hún snöggsteikist. Það er ekkert annað inn í ofnunum nema þessi eina elskulega rækjupizza. Anna, nú ertu að byrja að setja hún á písunni eitthvað sem þú ætlar ekki að gera. Já, ég ákvað alltaf í að það er ótrúlega gott að hafa banana með þessu. Risarækjur á banana. Risarækjur, banani, rauðlaukur, pesto. Svo þetta er píri og svo ætlum við að setja smá karrí yfir. Ó, mér lakar til. Já, það er svo gaman að breyta til og það er eitthvað svona óvænt, hérna, kemur óvænt uppákoma og bara óvænt svona fyrir bragðlaukan. Píri og mér er svo komið pottagaldra frá hérna Íslandi. Þetta er það besta krydd, ég nota þetta rosalega mikið, píri. Það er rosalega sterkt þetta píri. Já, ef þú setur mikið af því. Ef við ekki hafa hann svolítið sterka, bananinn kemur svo á móti, þessi verður snill. Þessi verður æðisleg. Ég stila þetta. Karrí líka. Það er enda spáns þetta karrí, en það er mjög gott þetta karrí. Alltaf gott. Og tjekkum við á hvort að pizzan sé tilbúin síðan. Hvað við gerum þetta? Þetta lítið alveg frábælega vel út. Pizza, sæll. Píri og öllu. Píri, rauðlauk, bönunum. Það er pizzaveisla á Spáni. Það er pizzaveisla á Spáni og það elska það allir. Sjá þetta, pizza hérna út á tún, sko. Fullt af pizza fyrir krakkana. Þetta kallar maður salgæti og sjó með fiskikonginum á Spáni. Algjörlega. Þið ekki pizzur? Jú. Hérna fáum við pizzu með sveppum og gulrætum og rauðlauk, osti og skinku. Og hérna erum við pizzu með rækjum, bönunum, papriku, píri og fleiri gúmmulaðir. Uppáhalds pizza hans Ingóls? Hún er bara eitthvað svo sem Anna gerir. Allt sem Anna gerir? Allt sem Anna gerir, hún er best. Það felst í því að setja sem mest gremmit á það. Svo kannski eins og núna að bæta smá geitaosti líka. Já, sæll! Það komið svona til liti og juicy. Þetta er alveg alvöru. Hvað er drukkið með svona pizzu á Spáni? Það er drukkið rosalega mikið sval í svona pizzu. Og svo höfum við líka verið að drekka hérna rauðvín. Þannig að það fer eftir svona aldri. Við drekkum aðalega rauðvín með þessu. Rauðvín með pizza á Spáni. Rauðvín getur ekki verið annað, getur ekki verið betra. Með litið diskar. Fleiri sneiðar. Sólveig, hvernig gat verið að þér væri hent út í? Það var bara óvart.
óvart. Já, það eru litli krakkar Já. og ég er að hjálpa þeim með kútana. Þá hrindir mér úti. Erst þú búinn að biðja að láta henda einhverjum úti í þessari ferð? Já, þig. Einhverjum fleirum? Nei, bara þig. Hefur það tekist? Nei, því miður. Ég gæti flektir. Það mun gerast í þessari ferð, ég get lofa þér. Áttur að gerast einhvern tíma en það hefur bara tekið þig og þið voru að henda honi. Mér? Já. Ég hef ekki hent hér úti. Er það að hrinda? Ef það var ekki með vitella, þá myndi ég hrinda úti núna. Heyrðu, ég skal bara hoppa á honi sjálf. Kári kom í fyrsta skipti í djúpulaugina. Kári, ertu að synda? Jæja, nú erum við byrjuð hérna með rækjurnar sem ég ætla að sýna ykkur. Þetta er rosalega einfaldur matur. Maður þarf náttúrulega bara hvítvín. Þannig að Sólveig kona mín fær fyrst. Og það sem við elskum við það, við borðum þetta svona sem síðdegisnarl, þannig að við getum borðað þetta líka á Íslandi. Maður þarf ekki að vera að bera ofan á Spáni eða borða, maður getur borðað þetta hvar sem er í heiminum. Og hérna eru rækjurnar sem eru soðnar bara í saltvatni. Það eru bara heilar með haus og hala. Og það sem við gerum er það að við setjum bara það sem við viljum borða svona, sem að byrja með. Og smá svona alioli. Alioli, það fæst líka á Íslandi. Það er bara í minni einingum. Gæti verið sömu einingar. Og þetta er bara svona majónes með hvítlauk í. Síðan hérna það sem við gerum, að við slítum bara hausinn af. Svona. Tökum svona utan af rækjunni. Borðar þú svona, Kári? Já. Já. Og tökum þetta svona. Krakkarnir náttúrulega leika sér í sundi núna í lauginni, þannig að við... Og síðan setjum við bara svona í alioli. Gjör svo vel. Já, ég fyrstur. Ok. Þú líka svona. Og þetta svona líka. Dýfum bara alioli og borðum. Mamma, svo þetta. Og síðan borðum við bara svona baku eitthvað með. Og það sem maður gerir stundum líka er að maður setur svona alioli á brauð. Svona. Þetta er mjög einfalt, það er bara að læra að taka utan af þessu og það getum allir slítið hausinn af rækju. Og síðan bara fer maður svona af þessu, tekur flettur svona af þessu. Setur hérna ofan á sig bakgúetti. Síðan getur maður sett svona sítrónu. Svona. Og ef maður á svartan pipar, þá er rosa gott að setja það. Og síðan bara að borða. Þetta finnst okkur alveg svakalega gott. Og það sem er á Spáni, þá líka er maður alltaf með svona ólívur. Nei! Bara þú ekki ólívur? Já. Þetta köllum við salgett og sjó með fiskikonginum á Spáni. Uppáhaldsrækjurnar mínar. Skál, sjáumst í næsta þætti. Verið hress. Þá er ég búinn að kenna ykkur að borða rækjur, risarækjur með alioli. Og í næsta þætti, þá förum við í skemmtiferðarsiglingu. Ekki missa því.